Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Fjöri heldur áfram hér suður með sjó og við ætlum að sýna ykkur eilítið brot af því í þessum þætti. Við heimsækjum einn vinsælasta pulsuvagn landsins. Förum í ballskák eða biljard með köllum á Ásbrú en við hefjum leikinn í Grindavík en þar er verið að búa til meiri pening úr þeim gula. Sjávarútvegur hefur lengi verið eitt helsta haldreipi Grindavíkur. Nokkur stór útgerðarfélög koma frá bæjarfélaginu og var Grindavíkurhöfn önnur aflahæsta höfn landsins á árinu 2012. Fyrirtækin Vísir HF og Þorbjörn HF hafa sett á laggirnar athyglisvert verkefni. Er að ræða verkefnið Kotland og vonast fyrirtækin eftir að geta skapað enn meiri verðmæti úr veiddum þorski en nú er gert. Kotland í rauninni klasi þar sem fjöldi fyrirtækja með mismunandi bakgrunn í sjávarútvegi koma saman til að þróa verðmæti úr aukaafurðum þorsksins. Pétur Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis HF, telur gríðarleg sóknarfæri í íslenskum sjávarútveg. Með því að nýta seinni helminginn af þorsknum, eins og Pétur kallar það, er hægt að tvöfalda verðmæti úr veiddum afla. Það er talsvert mikil tækifæri þetta. Ég hef gert svo djarfur að ef við fáum tíma og fáum að halda aflinu til að gera þetta, þá er möguleiki á að tvöfalda verðmæti þorsksins ef við trúum og höfum þolinmæði og við höfum allt til þess. Verðmætin í þessum seinni helmingi er ekki minni, jafnvel meiri, heldur en í þeim mat sem er búin til úr fyrri helmingi. Kotland er svona regnhlíf yfir nokkuð mörg framleiðslufyrirtæki og allt frá því að vera bara hefðbundin þurrkun, hefðbundin lifrarniðursuða. Við ætlum að draga að okkur alla þá þekkingu og alltaf afl og öllu fyrirtæki sem vilja vinna í þessum geira. Hvað teljið ykkur geta fengið margar krónur út úr hverju þorskflæki, ef svo má segja? Já, við höfum alltaf meira gaman að tala svona hvað við gerum við 5 kíló af þorsk. Við viljum veiða 5 kíló, það er svona líffræðilega góð stærð og gott að vinna. Fyrir hvern 5 kíló af þorsk í dag erum við að fá kannski 2.000–2.500 kall. Það er ekkert langt, samkeppnisþjóðir okkar er að fá eitthvað minna en það vegna þess að við erum að nýta 75% af honum í dag en aðrir kannski bara 50%. En bara með þeim verðum, úr þeim aukaafurðum og úr þeim afurðum sem unnin eru úr innvolsinu og því sem við ekki nýtum í dag, ef við notum þau verð, að þá á að vera hægt að fara með þetta verð í 5.000 kall. Og markmiðið bara í ár hjá okkur er að búa til 5.000 kall úr einhverjum hluta þorsksins. Pétur segir að sjávarútvegsfyrirtækin á Suðurnesjum verða að vinna saman. Með því móti geti hugmyndafræðin á bak við Kotland orðið að veruleika. Það eru mörg fyrirtæki á Suðurnesjunum. Við erum með þurrkfyrirtæki sem er í Reykjanesbæ, við erum með fiskverkun í Sandgerði sem er að vinna með okkur. Það eru fyrirtækin í Grindavík og þannig að við erum bara að sjáum fram að þetta verður aldrei veruleika nema menn vinni saman og tjaldi allir því til sem er eiga. Í þessum seinni helmingi eru öll þessi efnasambönd sem úr hreinu Norður-Atlantshafinu sem að menn er að átta sig meira og meira á og ekki bara við, heldur allar okkar samkjöfnisþjóðir eru búin að átta sig á þeim verðmætum sem eru í þessu. Það eru til fyrirtæki út í heimi sem er búin að vera í 10 ár að gera sem við erum að byrja núna. Þannig að það er ekkert af vandbúnaði, við höfum allt til þess og við erum mjög vissir það með tíð og tíma að ná að tvöfalda verðmæti þorsksins. Ef vel tekst til gæti fjöldi nýrra starfa í sjávarútvegi skapast fyrir háskólamenntaða einstaklinga. Með þessu móti þurfum við að draga inn alla þá þekkingu sem kennd er í háskólum. Það er hönnun, efnafræðingar, lífefnafræðingar, markaðsfræðingar. Þannig að þetta er bara verkefni nýrrar kynslóðar. Hérna eru dýru störfin og ég er alveg sannfærður það að það eru meiri verðmæti til langs tíma í þessum pakka en það sem við höfum unnið í dag. Einn frægasti hamborgari landsins kemur úr Reykjanesbæ. Er að ræða villaborgara sem seldur er í pulsuvagninum við skrúðgarðinn í hjarta bæjarins. Pulsuvagnin er vel sóttur af heimamönnum og hefur einnig skapað sér vinsældin meðal þeirra sem heimsækja bæinn reglulega. Þar hefur sívinsæli villaborgari mikið að segja. Inga Gústafsdóttir er annar eiganda pulsuvagsins en hann hefur verið stafræktur áratugaskeið af Vilbergi skóla sinni. Skýringin á vinsældum borgarans er að sögn Ingu hið góða hráefni sem notað er í borgaran ásamt leynuuppskrift. Hann er náttúrulega geymdur í legi, svona kryddlegi sem er svona óvanalegt. Þið vildir að steiktir jafnóðum en ekki hér. Svo setjum við bara svona á hann ýmislegt sem er svona óvenjuleg. Það er allt sem er á pilsum. Það er tómatsósa, sinnep, reymulaði, steiktur hrár, rauðkál og súra gúrku. Og þetta bara gerir þetta alveg frábærlega gott. Eru Suðurnesjamenn alveg vitlausir í þetta? Brjálæðir í þetta.
þetta vinsælast bara hérna á Suðurnesjum. Hefur þetta verið vinsælt bara í öll þessi ár? Já, þetta er það. Búin að vera fínt að gera hjá okkur núna, við erum 30 ár, bara flott. Hvað er það að selja marga svona borgara á dag? Hefur ykkur hugmynd það? Já, nú veist þetta eftir hvað dagar eru sko, en yfirleitt ég að selja svona, ég myndi selja svona 150 á dag, stundum 200, stundum fara þær í meira eftir það er mikið að gera. Kannski gamlir keflingar og annað, er fólk að gera sér ferð sérstaklega til að næla sér í þennan borgara? Já, það er mjög algengt þegar fólki flutti hérna frá Suðurnesjum og það sé að koma að heimsækja ættingja eða fara í flug eða eitthvað svoleiðis. Það kemur alltaf við og fær sér hamborgara. Jafnvel þó að sé að fara í matinn til mömmu, þá kemur það fyrst hingað og fær sér hamborgara. Og það er ekki bara Suðurnesjamenn, þetta eru fullt af fólki sem ekki hefur verið hérna hérðan og það er að gera sér ferð hingað til að kaupa þetta. Bara búin að frétta hvað þetta er frábært hérna. Hvað er í þessum kryddlegi? Verður það gefið upp eða? Nei, það er leyndarmálið sko. Það er leyndarmálið sko. Það gerir þetta svo gott. Margir búin að reyna að fá að kaupa þetta og fá þetta en það fær þetta enginn. Villaborgar er ekki lengi í smíðum, það tekur aðeins rúma hálfa mínútu að matreiða þennan vinsæla hamborgara. Byrjum á því að rista brauði. Þetta er svona brauðrist og það dettur bara niður eftir smá stund. Þetta er mjög fljótlegt og það er kosturinn við svona því það er ekkert verið að sitja hérna inni og borða. Það kosturinn við hvað þetta er fljótlegt. Og svo er bara fyrst tómatsósa, þú borðar með öllu það ekki. Svo er það steiktur laukur, hrárlaukur, svo smá rauðkál. Svo er það þessi gómsæti hamborgari. Svo er það remulaði, sinnep og súrar gúrkur. Og þá er það bara komið. Gjör svo vel. Þeir mæta flestir tvisvar í viku og sumir oftar, karlarnir í Ballskákklúbbi eldri borgara í Reykjanesbæ. Þeir hafa hreiðrað sig í vistlegu húsnæðið á Ásbrú, þar sem virkjun er til húsa. Virkjun hefur verið miðstöð atvinnuleitenda á Suðurnesjum en nú er að verða breyting þar á og hlutverkið að breytast þannig að þar verði rekin nokkurs konar félagsmiðstöð fyrir fólk, burt séð frá því hvort það er í atvinnuleiti eða ekki. Starfsemi Ballskákklúbbsins passar því fullkomlega inn í þá starfsemi sem er í húsinu. Ballskákklúbburinn er í dag með 7 borð og ekki veitir af því að jafnaði mæta 18 til 28 karlar tvisvar í viku til keppni og menn taka leikina fullri alvöru. Þetta er alltaf metingur í sumum að vinna. Við viljum náttúrulega allir vinna. Það er keppniskapið í mönnum? Já, já. Það er ekki búið þá kallarnir sjóðnir gamlir, þá er ekki búið keppniskapið. Svo hefur maður því fleygt hérna fram að það séu ýmsar sögur hérna, sögur frá því gamla daga, menn séu að metast og svona. Þetta er ennþá sömu strákarnir og þeir voru hérna, þeir voru yngri. Já, já. Það er svona, þeir menn er náttúrulega misjafnir hérna eins og þeir voru ungir. Það er þetta gamla, kemur alltaf upp. Gamlar og góðar sögur. Þetta eru hér gamlir skipstjórar, segja manni sögur og eða svona nefna ýmislegt frá því gamla daga. Þrátt fyrir að vera komnir með húsnæðið á Ásbrú þá höfðu karlarnir engin borð til að spila á. Þrátt fyrir að vera komnir að vinnumarkaði þá höfðu þeir margir hverjir góð tengslin í atvinnulífi. Karlarnir fóru því í smá fjáröflunarleiðangur og á einu mánuði voru þeir búnir að safna nægu fé til að geta keypt 7 ballskákborð. Við náttúrulega notuðum okkur þessu við þau áhrif sem við höfðum ennþá. Við erum náttúrulega allir konur af vinnumarkaðnum en við höfum náttúrulega tengst. Ég vann í olíusamlunni í Keflavík í 20 ár og þannig að maður hafði tengsl inn í SO og aðrir höfðu tengsl annað þannig að við notuðum okkur það bara og þetta gekk. Jósef Valgeirsson tekur ballskákina alvarlega. Hann mætir oftar en flestir aðrir því auk þess að spila við félaga sína þá er hann sjálfboðaliði hjá virkjun og leiðbeinir þeim sem er að byrja í íþróttinni. Hún gerir það í 3 ár. Reynslu bolti í íþróttinni? Nei. Þetta er líklega 3. árið, 4. líklega sem ég er búinn að vera í þessu. Og varstu ekkert í þessu fyrir svona á þínum yngri árum? Nei, mólið. Bara eitt og einu helgist þegar maður var hérna hjá verktökunum að maður þar í matartíma kannski að náðu borði. Eru menn svolítið færir hérna í íþróttinni? Sumir eru mjög góðir en svo er menn misjafnir eftir hvernig dagurinn er á hverjum og einum sko. Svo að dagamunni á fólki sko. Flestir eru karlarnir með sína kjöða og þá er engin maður með mönnum nema að hafa hann merktan með upphafstöfunum sínum. Þeir eru margir með mjög fallega kjöða hérna
og ég átti nú ekki vonaði að fá svona góðan tíða, sko. Og hann að bæta leikinn hjá þér? Já, þetta bætir alltaf að vera með sinni eigin tíða, sko. Það er rétt þyngdin í hendi, það munar tölvöld miklu, sko. Hvernig það svona, þetta ekki svolítið mikilvægur félagskapur fyrir ykkur eldri borgara að hafa eitthvað svona skemmtilegt að fara í 2 í viku? Jú, þetta alveg bara bráðnauðsynlegt og þetta búið að vera manni alveg geysilega mikið skemmtun að geta farið hingað 2 í viku. Og ég fer til dæmis alltaf hingað ég bara mögulega get. Og mér sýnist þeir svona að vera svipað sinnir. Eru þið allir góði vinir, svona þekktustu allir áður eða eru þið bara orðnir svona bestu félagi núna kannski? Fjöldinn allur hefur nú bara þekkst frá því hérna í gamla daga. Alla tíð en svo kemur svona einn og einn sem hefur komið seinna inn í þetta og þeir spilla ekki fyrir. Þetta er allt saman úrvalsmenn. Einhver inntöku skilyrði eða aldurstakmark? Nei, ég held ekki, en koma nú yfirleitt hingað þegar þeir hætta að vinna og svo er maður ekkert rekinn fyrstu hérna þá maður sé búinn að vera hérna í 15 ár. Sæl aftur. Það er oft talað að vagga körfuboltans sé á Suðurnesjum og við förum í Ljónagryfjuna og fylgjumst með nágrannaslag Njarðvíkinga og Keflvíkinga. Förum þaðan á æfingu á söngleiknum Jesus Christ Superstar en endum þáttinn á skemmtilegum og fjölbreyttum fréttapakka héðan frá Suðurnesjum. Nágrannaleikir Keflavíkur og Njarðvíkur í körfuknattleik eru ávallt miklir viðburðir í Reykjanesbæ en þessi íþrótt er geysilega vinsæl í bæjarfélaginu og Keflavík og Njarðvík hafa síðustu áratugina verið sigursælustu liði landsins. Vel hefur tekist til við uppbyggingu íþróttarinnar og á síðasta ári urðu allir kvennaflokkar Keflavíkur Íslandsmeistarar og allir nema 1 bikarmeistari. En þá að nágrannaslag karlana í Dóminósdeildinni. Bæði liðin í hörku baráttu en þó ekki á toppi deildarinnar fyrir úrslitakeppninni í ár, ótrúlegt en satt. Fyrir þennan leik höfðu bæði lið þó verið á sigurgöngu. Við mættum í Íþróttahús Njarðvíkur eða Ljónagryfjuna eins og hún er kölluð, hálftíma fyrir leik þar sem þjálfarar heimaliðs töluðu við stuðningsmenn. Heilsan á mönnum er bara fín. Þeir ekki gamall en aðrir eru bara sprækir. Þannig að okkur er ekkert af vanbúnaði og allir klárir í stríð. Stríð sagði Einar en hvað segir Sigurður Ingimundarson, sigursælasti körfuboltaþjálfari landsins? Nú eru liðin að koma sér í gírinn fyrir úrslitakeppni og fleira þannig að við erum hérna með ákveðið plan sem við ætlum að reyna að fylgja eftir í kvöld. Sigur náttúrulega er mjög mikilvægur í kvöld. Já, það skiptir máli, það skiptir miklu máli. Stemningi var að magnast í Ljónagryfjunni og við kíktum á pallana og hittum fyrir leikmann og núna föður leikmanns í Keflavíkurliðinu því kannist við hann. Hvernig heldur þetta að fara í kvöld? Já, pottet við vinnum þetta. Í óskapan, Njarðvík er á svaka siglingu. Já, við erum bara betri, það er bara þannig. Hvað er lykilatriði til að vinna hana leik? Það er klárlega varnarleikurinn eins og alltaf. Hvernig er tilfinningan að vera hérna? Ef þú rifjar aðeins þegar þú varst að keppa hérna? Það er alltaf gaman að koma hingað, alltaf, það klikkar aldrei. Þessi litli Pegi, hann þykist halda með Njarðvík, en pappans er hérna þjálfurinn Keflavíkur. Hvernig maður þetta að vera? Bara Njarðvíkur er bestir. Nei, ekki láta svona. Jú. Já, það? Já. Og þú spilaði með þess að sjálfur með Keflavík? Já. Hvernig er hægt að vera hérna með? Þetta er bara Njarðvíkur hjarta. Ætlar að segja við pappa henni hvað? Fyrir eftir hvernig leikur fyrir, ég fyrir með heim eftir leikinn samt sko. Fyrir eftir ég áttur að sitja út í bíl bara og gera ekki neitt í kvöld ef Njarðvík tapar samt sko. Leikurinn byrjaði með látum og sirkuskörfum hjá gestónum en heimamenn létu það ekkert á sig fá og svöruðu í sömu mynd. Bæði lið börðust hart og litlu munniði á þeim í hálfleik. Njarðvík virtist vera að stinga af en Keflavík mætti með endarsprett undir lokin. Fjöru hélt áfram í seinni hálfleik og leikurinn var jafn og spennandi fram á loka sekúndurnar þegar Keflvíkingar urðu að játa sig sigraða. Lokatölurnar 100-94 og eins og alltaf í þessum leikjum eru leikmenn tabliðsins ekki upprifnir við fréttamenn og vilja lítið við þá tala. Við kreistum þó 1 eða 2 setningar út úr Vali Orra Valssyni í lokin. Hvað klikkaði hann í lokin?
Ég veit það ekki. Bara menn vilja þetta ekki. Jæja, Elvar, 25 stig, en það sennilega skiptir þið engu máli. Var ekki aðalega máli að vinna þennan leik? Það skiptir langmestu máli að vinna þennan leik. Það alveg engin spurning. Mér alveg saman hvað ég skora. Hvað það við þessa leiki? Ég veit ekki, það bara... Þetta eitthvað mesta stemming sem maður upplifir hérna í deildinni alltaf. Þetta bara öflug liðsheild sem að skila þessu og við erum kannski að fá frá fleiri leikmönnum heldur en þeir í kvöld. Ég held að þar skilja, við erum að fá fleiri leikmenn sem að skilja í sarpinn meðan þeir eru náttúrulega 3 sem að bera þetta svolítið upp í einum minn. Keflavíkurkirkja hefur undanfarin ár ekki legið á liði sínu í öflugu tónlistarstarfi Reykjanesbæjar og ræðist nú í enn eitt metnaðarfullt verkefni á föstunni. Samkvæmt hefðinni það píslargangan sem umfjöllunarefnið en á nokkuð nýstárlegan hátt því nú standa yfir æfingar í kirkjunni á völdum lögum úr rock-óperunni Jesus Christ Superstar. Að ræða messu sem flutt verður í Keflavíkurkirkju, safnaðarheimilinu í Sandgerði og í Grindavíkurkirkju í Dymbilvíku af kór Keflavíkurkirkju ásamt hljómsveit og völdum söngvurum með væntanlegan Eurovision fara Eyþór Inga í fararbroddi. Stjórnandi verksins Arnór B. Vilbergsson organist í Keflavíkurkirkju en hann hefur einnig útsett tónlistina sérstaklega fyrir kórinn og hljómsveitina. Aðgangur öllum opinn en tekið verður á móti framlögum í orgelsjóð Keflavíkurkirkju. Við kíktum á æfingu á verkinu nú fyrir helgi og ræddum við nokkra sem koma að uppfæslunni. Þetta alveg rosalega stórt dæmi. Þetta stærsta uppfæsla sem í gangi núna á þessu svæði og þú víða verið leitað. Þetta Jesus Christ Superstar, þessi söngleikur sem allir þekkja. Og þessi sýning verður engum öðrum sýningum lík. Þarna sem sagt lögin og söngleikum tekin, síðan sagan svo þarna á milli. Og það má eiginlega segja að þessi frásögn sé færð í þennan sígilda búning Passion sem margir kannski þekkja í gegnum verk Bach og fleiri, nema þarna erum við með alvöru suðurnesja stemningu með rockið en síðan kemur sagan þarna fram. Hvað kemur þú til sögunar? Ég kem ekki til sögunar í rockinu, ég kem til sögunar í sögunni. Og set saman litla textabút á milli og flytt þá hérna og síðan eru séra Sigurður Grétar á útskálum. Hann flytur þetta þegar þetta verður í Sandgerði og séra Elínborg Gísladóttir í Grindavík. Þessi dagskrá verður alveg mögnuð og eina sem hægt að segja það að það munum færri komast að en vilja. Þegar maður hlustar á þetta þá er þetta náttúrulega yfir fullt af blásurum og strengjahljóðfærum og rosa útsetning hjá Webber en við leysum þetta þannig að við erum náttúrulega með svo fínan kór að hann syngur alla þessa kafla, hann syngur blásarakaflan, hann syngur strengja stefin og þetta semst alveg glænýjar útsetningar hvað varðar kórinn og hann í miklu stærra hlutverki núna heldur en við þekkjum sem náttúrulega gaman fyrir okkur kór Keflavíkurkirkju að fá að gera. Þetta náttúrulega búið að vera mjög skemmtilegt frá upphafi og það hefur reynt mikið á fólkið að mæta á æfingarnar, það fyrir að fyrsta en krafturinn í Arnóri, hann sá sem límir saman hópinn og það ekki að sjá að það sé stéttaskipting, aldursskipting, kynjaskipting, það skiptir ekki máli hvaða mál það fyrir öll tungumál og öll kyn og það engin eiginlega að segja kynslóðaskipti í kórnum, þetta mikil breidd. Á þriðja tug þúsunda tonna af loðnu hefur verið landað í stórskipahöfninni í Helguvík. Góður lokakippur kom í loðnuvertíð með Vesturgöngu og stærstu fiskiskip landans eins og Vilhelm Þorsteinsson og fleiri lönduðu í Helguvík. Það nóg að vera núna eins og staðan núna.
Þú ert með 3 skip hérna, hvað er þetta mikið að loðnu? Þetta fer eitthvað hátt í 5.000 sem hefur verið að landa núna í nótt og í dag og fram á nótt. Hvernig er þessi vertíð búin að vera? Hún er búin að vera svona svolítið barningur á veiðum sko, og gengið misvel og ekkert of vel. Og frá Helguvík förum við á bryggjuna í Sandgerði. Þar hefur verið sanngöllu vertíða stemninga undanförnu í blíðviðrinu. Þeim gula hefur verið landað í 100 tonna og megnið sannkallaður aulaþorskur, en svo er stórþorskur oft nefndur. Við hittum góðan gest frá Bolungarvík sem eldir mikla veiði og betri tíð en fyrir vestan. Hann var í vandræðum með að hífa stóru þorskana borð við veiðar í Faxaflóanum. Þetta er boltafiskur? Já, þetta er eiginlega allt og stór fiskur fyrir mann. Það er svo erfitt að ná þessu inn fyrir, maður var orðinn dauðþreyttur sko. Það voru 2-3 fiskar hverju rennsli sko. Það bara púla náði minn. Hvað gerir svona dagur fyrir þig? Já, það fer nú eftir verðinu sko. Þetta eru 1200 kíló líklega. Ef maður fær kannski 200 krónur í kílói þá er það 240.000 heildar verðmæti sko. Höldum okkur við sjávarútveginn. Vöxtur er í skelrækt á Suðurnesjum. Félag skelræktanda á Íslandi komu nýverið saman í Sandgerði þar sem ársfundur félagsins var haldinn. Farið var yfir stöðu mála í skelrækt hér á landi og voru ýmis áhugaverð erindi á dagskrá. Bergsveinn Reynisson, formaður skelræktar, segir viðeigandi að ársfundur félagsins farið fram á Suðurnesjum enda mikill vöxtur í greininni á þessu svæði. Við erum hérna hjá þekkingasetrinu og rannsóknarsetri Háskólans í Sandgerði og höfum verið bara í miklu samstarfi við þessa rannsóknarstofu víðsvegar um landið hinn og þessi svona vöktunarverkefni í sambandi við kræklingarækt. Er mikill vöxtur í þessum geira hérna á Suðurnesjum? Það eru 2-3 öflug fyrirtæki hérna á Suðurnesjum sem eru búin að sýna þá að sanna að kræklingarækt, möguleikar til kræklingaræktar eru síst minni á Íslandi heldur en annars staðar í heiminum og við höfum reynda verið að fá vöxt hérna á Suðurnesjum vaxtarhraða krækling sem er bara það besta sem hefur sést í heiminum á þessari tegund. Það sem við höfum verið að sjá hérna í Stakksfirðinum að það bara hafa verið ótrúlegar tölur þar sem að skilin hefur verið að ná markastærð á bara 12 mánuðum bara frá því að vera ósýnileg og uppið að vera 5 cm löng. Þú sér það ekkert annars staðar í heiminum. Höfuðstöðvar Landsbankans á Suðurnesjum eru í Bítlabænum en þær hafa verið fluttar í nýjan miðbæ Reykjanesbæjar, nánar tiltekið í stórhýsi Kaupfélags Suðurnesja í Krossmóa. Landsbankinn yfirtók rekstur Sparisjóðsins í Keflavík fyrir 2 árum sem þá var rétt rúmlega 100 ára. Sparisjóðurinn og síðar Landsbankinn voru í rúma 2 áratugi við Tjarnargötu en þangað mun ýmis starfsemi Reykjanesbæjar flytja meðal annars bókasafni. Við höldum okkur í Krossmóa og förum í andir í verslunarinnar Nettó en þar stigu eldri borgarar af Suðurnesjum nettan dans. Starf eldri borgara á Suðurnesjum er mjög öflugt og félagslífi fjölbreytt, alltaf stutt í góða stemningu hjá þeim gömlu. Við endum þáttinn á fjörugu fuglalífi, það var sannkallaður vorhugur í 100 starra sem við mynduðum á förnum vegi í blíðinu hér suður með sjó á dögunum.